Já, gott kvöld og velkomin í laugardagskvöld. Það farið að hausta á landinu og þökk sé leikmyndahönnuðum okkar eru við hér engin undantekning. Kálgarðurinn er búinn að breytast í fallega haustlauf og hér svífa laufin í haustgólunni. Þetta sé að komið gott, strákar mínir. Þetta er ágætt, takk fyrir. En fyrir fyrsta gest okkar merkir haustið... Þetta er komið gott, takk! Þetta er komið ágætt. Merkir haustið upphaf spennandi tíma. Hann er leikari og hefur nýlega fengið frábæra dóma fyrir leik sinn í Erling og hreppti grímuna fyrir leikstjórn sína á Kvelds síðasta vor. Það er spennandi vetur framundan hjá honum. Við skulum bjóða velkominn Stefán Jónsson leikara. Komdu blessaður og sæll, Stefán minn. Blessaður. Velkominn í þáttinn. Gaman að fá þig. Fáðu sæti. Vistu ekki hafa haust að falla hérna hjá okkur? Jú, þetta er svolítið subbulegt, sko. Heyrðu, ég sest bara ofan á þetta hérna. Heyrðu, þetta er, ég var heil lengi að semja þessa kynningu, þetta er búið að vera hérna... Þetta er kláravín hérna. Já, þetta er verið með landa. Hérna, þetta er búið að vera miklir mánuðir hjá þér undanförnu. Þú ert orðin Íslandsmeistari í leikstjórn eins og var einhvern veginn orðað. Já. Og svo ertu núna í kannski stærsta svona hlutverkinu þínu á sviði, Erling, og farið svona þrusufína dóma. Þarf ekki sterk bein til að þola þessa góðu daga? Jú, maður ætla bara að taka lýsið sitt og mótana og vítamínir, sko. Jú, þetta er sem sagt, þetta er stórt og mikið hlutverk. Já. Þarna er maður á sviðinu bara allan tíman og hérna veit eiginlega ekki af sér fyrir eftir sýninguna. Já, einmitt. Þú ert einhvern veginn, þú verður að Erling segja allir gagnrýnendurnir. Það er ekki sjánlegt Stefán í þér. Já, ég hef bara engan tíma í það, sko. Þarna er maður bara, sem sagt, eins og ég segja, á sviðinu allan tíman og hérna, þetta er bara búið að vera mjög skemmtileg vinna með Benna Erlings, leikstjóra og Jóni Gnarr og það er búið að vera virkilega gaman að vinna þessa sýningu. Þetta er sem sagt svona spennandi, þetta eru spennandi karakterar, svona einfaldir en svona margbrotnir í senn. Ég held að fyrir marga þá margir hafi kynnst þér eða séð þér fyrst í rauninni bara þegar þú varst á grímunni að taka við verðlaunana fyrir Kvelds sem var feikilegur sigur fyrir ykkur og þú leikstýrði þessu frábæra verki. Þú ert búinn að vera leikari samt heil lengi? Já, ég útskrifaðist frá Guildhall School of Music and Drama í London 89. 89? Þannig að ég er nú búinn að vera eitthvað hérna að stíglast. Þú er lengi í bransanum? Já, en ég er náttúrulega búinn að vera mest að leika í Þjóðleikhúsinu lengst af fastræðin þar. Og oft, eins og einhverjir hafa sagt, oft í minni hlutverkum, ef þetta kallaði hlutverk lítilega stór. Já. Það er að segja ekki kannski í þessum aðalhlutverkum, ekki fremstur á sviðinu endilega. Nei, það er svona, ég er búinn að vinna mig hægt upp bara, má segja. Og hérna, já, ég veit ekki hvað þetta er með þessa athygli, þetta er náttúrulega hluti af þessum bransa, en ég hef kannski einmitt ekki verið í fremstu vílinu alltaf, en ég er nú samt búinn að vera skemmta mig konunglega sjálfur. Já, það ekki? Já, kanntu vel við þig í þessum minni rullum eins og þið segir? Já, mér finnst það ekkert síðri, sko. Nei. Mér finnst gott að geta dunda mér meðan einhver aðalleikarinn er að þylja textan, sko, þá finnst mér gott að geta dunda mér við að nostra við einhverja litlar perlur, sko, í bakgrunnunum. Eins og í veislunni, þar sem var sagt held ég að þetta væri eins og hvað vel slípaðu demantur eða eitthvað, hlutverk þitt sem veislustjórinn, hvað, austurískur veislustjóri? Þýskur. Þýskur, já. Og þú ert búinn að nostra við hann, þannig að alltaf í þessi tiltölu að fái skipta þar sem að ljósin falla á hann, þá nærið einhverju góð útrónum. Já, hann er náttúrulega alltaf í ljósi, sko, þetta er ekki alveg svona spott. Nei. Þú veist hvernig það er. Nú ferði í leikhús eða? Já, einstaklega sinnum til þess að vera í leikhús. Já, þannig að, auðvitað, þetta er bara hluta því að vera á svið. Það er náttúrulega að þú ert í bara eins og í matabóði, sko. Einn talar mest og aðrir minna, en ég minna, það getur, þú veist, ýmislegt verið að gerast. Talandi um leikara, förum aðeins tilbaka. Þú ert fæddur inn í leikara fjölskyldu, þú ert ekki séu foreldrar þínir leikarar, þá ertu barnabarn Haraldar Björnssonar. Já. Sem að eldri kynslóðin þekkir vel, en kannski ekki yngri kynslóðin. Segðu okkur frá afa þínum. Já, ég þekkti hann nú reyndar ekki mjög mikið persónulega því að ég var bara 30 ára þegar hann lést 1967. En hann var okkar fyrsti menntaði leikari og fæddur í Veðramótum í Skagafirði, gönguskorðum og fluttist til Akureyrar þar sem hann vann sig upp í kaupfélaginu og var búinn að byggja sér hús þar og starfaði jafnhliða hjá leikfélagi Akureyrar þar sem ég er að vinna núna. Já, einmitt. Og sem sagt að beita í sig að hann vildi eitthvað meira og ákvað að
kasta öllu frá sér, selja húsið og taka fjölskylduna sinni upp og flytjast með hana til Kaupmannahafnar þar sem hann ætlaði að leggja stund á leiklist. Sem hefur vantilega verið hrein geðbilun á þeim tíma? Já, hann var alveg afskrifaður og útskrifaður sem geðsjúklingur og hrópaði eftir hún götu atvinnuleikari. Ertu að minna það? Skammar yrði, sko. Þegar hann kom heim. Já. Hann fór út 25 og kom aftur 28 held ég. Já. Og já, hann var sem sagt einn af þessum máttastólpum íslensks leikhús og svona brautryðjendum á því sviði. Góðsögn bæði lifandi lífi og æ síðan. Já, hann var sem sagt starfaði bæði sem leikari og leikstjóri alla tíð. Þú allavega snemma beigist krókurinn eins og það er sagt. Það er til upptaka af þér tiltölulega ungum að leika íkornadrenginn í Dýrunum í Hálsaskógi. Við skulum sjá það áður en lengra heldur. Það er fullt af hnetum upp í trjónum. Ég þekki þú fyrir, þá vil ég gera með hnetur. En hvað er Bangsi litlu? Hann situr þetta sjálfstöfnum. Nei, hann situr ekki á stöfnum. En hann satt þarna. Já, þú hlýtur að sjá að hann situr þér ekki núna. Bangsi litli! Nú fer ég heim með bænum og kem á honum hinum megin. Þegar þangað kemur, þá sest ég niður og ýlræðis háttu ekki Ég get veitir. Ég ætla bara að segja. Hvað er það þú átt að segja? Eru þið búin að finna hann? Vildi og Marteinn fór mér að bænum til þess að vita hvað ég get ekki hundar henni. Þú mátt ekki hafa svona hátt, þá getur hundurinn heitt til þín og það vaknar grunnar hans og þá var allt út úr húður. Ég get vel það. Þetta koma þeir! Þetta er stórleikur. Þetta er alveg ótrúlegt, sko. Já. Varst þú einn af þessum mönnum í leikarafjölskyldunum sem fékkst alltaf barnahlutverkin sem við bara sem byggum í Breiðholtinu áttum enga leikarafjölskyldu? Nákvæmlega. Við fengum engin. Nákvæmlega. Sátum heim og öfunduðust. Nei, það var nú aðalega vegna þess að það var kannski ekki farið upp í Breiðholtsskóla þegar það var valið í sig vegna þess að ég var upprunalega valinn úr Austurbæjarskólanum í að leika aðal barnahlutverk í leikriti sem heitir Kallinn á þakinu eftir Astrid Lindgren. Já. Og þar var ég bara í einhverju svona úrtaki, sko, og landaði þessu ekki að mér skildi, sko. Landaði þessu hlutverki og þá byrjaði þetta allt saman að rúlla, sko. Einmitt. Og þú varst alveg ákveðin að vera leikari frá upphafi? Já, ég hef heyrt það. Ég hafi verið 30 ára þegar ég var svona að hafa þetta í flimtingum. Einmitt. Og síðan tók eitt við öðru, Dýrin og það fleiri máttastólpa þjóðfélagsins og ég myndi að eitt ballett notubrjóturinn, sko. Herðu, en leikriti eins og ég sá á hann sem að þú kannski slóst í gegn með, þar lékstu ekki sjálfur raun, heldur auðvitað hefur fengið fína dóma í fjölda sýninga á sviði Þjóðleikhússins meðal annars. En ég held að mér svo óvægt að segja það að hvert það verið svona það sem að, augu þjóðfélagsins fóru að beinast að þér, og það er frábær sýning. Hvernig kom það til að þú fórst að leikstýra henni? Var þetta fyrsta stóra sýningi sem þú leikstýrir? Já, ég, eftir að hafa verið á samningi í Þjóðleikhúsinu til margra ára, þá svona fór mig að klæja að gera eitthvað aðeins meira. Drýja tekjurnar náttúrulega líka og svona, þú veist, þetta er svo sem frekar algengt að leikarar svona leikstýri í framhaldsskólum og út á land og svona. Þannig að ég fór svona bara að leita á hana og fekk og spreytti nefn mitt á Dýrunum í Hálsaskógi í Flensborg ásamt fleiri verkefni sem að fylgdu. Það sem ég er búinn að og svona þá fann ég að ég hafði eitthvað í þetta að gera. Ég fann til mín svolítið, sko, og fannst þetta skemmtilegt. Og fann þarna einhverja svona fullnægi sem að kannski var ekki alveg til staðar í leikarastarfinu bara. Og síðan leikstýrði ég einþáttvingi sem heitir Björnin eftir Tjekhov í hátíðisleikhúsi Iðnó eða Leikfélags Íslands. Það var svona fyrsta próf og síðan kom Kvets bara sem var bara verkefni sem að Felix Bergsson baði mig að leikstýra í rauninni. Sjáum brotu Kvets. Hann heldur ég sé geðveikur. Hann horfir á mig eins og ég sé kvíðaður. Ég svitna hann starir á svitan. Þau stara öll á svitan. Hægt og rólega ætli ég að fiska við vasaklút og þurrka hann kæruleysislega. Hann starir á mig og býður eftir ég að gera eitthvað. Segir brandara eða hvað ég gerir með til döndu. Ég er fastur í lífinu og get ekki hreyft mig. Kjálkinn á mér er Vil ekki vasaklút. Ég dey. Hvað er
Stórkostlegur leikur. Stórkostlega gert. Greinilega mjög öflug leikstjórn. Já, einmitt, þetta er voðalega mikið leikið. Já, en hérna, þarna eru miklar tilfinningar, mikið að gerast. Já. Ert þú, ég hef heyrt á félögum þínum að þú ert dálítið svona öfgamaður. Þú fastaðir daginn í heila viku, skilst mér. Er ekki rétt hjá mér? Jú, það var nú bara svona til að hreinsa systemið, sko. Ég meina, þetta er bara svona eins og, þú veist, fólk er í líkamsrækt og öðru svona og maður, sinnir henni líka, sko, en þetta var ég hef svolítið svona, ég hef svolítið gaman af svona einhverjum svona, taka svona smá átak og hreinsa líkamann svona af eitra systemið. Ertu ekki líka, þú drekkur svolítið þá bikara í botn sem þú ert með, þú vilt einhvern veginn hella þér út í það sem þú ert að gera? Jú, það er, ég er nú oft þannig, ég er svona verkkvíðinn, sko, en sko þegar ég fer af stað þá missi ég mig alveg, gjörsamlega. Það er bara líf til að ná mig niður, nei, ég segja. En þú hefur sagt þig að þú sért sérstaklega góður í því að túlka þær persónur sem hafa lent einhvern veginn utangarðs eða eru kynlega kvisti þjóðfélagsins. Já, af hverju ertu svona góður í því? Ég veit það ekki, mér finnst þetta bara spennandi. Ég er mjög slæmur með það að horfa á fólk, stara á fólk, hvað sem ég kem, sko, ef það er svona eitthvað svona ekki alveg í lagi, sko. Já. Og ég stundum aðtyrstur, sko, konunni minnir þegar ég er að stara á fólk, kannski á kaffihúsum eða á götu, jafnvel stoppa, jafnvel og sný mig við og jafnvel elti viðkomandi þess vegna, sko. Þannig að þetta er bara eitthvað svona sem er í mér, sko. Mér finnst þetta náttúrulega líka sem leikari finnst mér svo gaman að fást í svona fólk, sko, sem er eitthvað svona margslungið og skrítið. Ég veit ekki hvað þetta er, sko. Nei, það er bara einhver áhuga á fólki. Já, þetta er bara svona, mér finnst þetta vera eitthvað svona, mér finnst vera fleiri litir í því en kannski þessum meðaljónunum, sko. Já, sjáum túlkunni þína á hennum mjög svo kynlega kvisti Erling sem að þeir eru að sýna núna. Það eru 2 sýningar á því akkurat í kvöld, það er laugardagskvöld. Sjáum brot úr Erling. Þannig var ég bara að ferðast á puttanum Bandaríkin. Hvað heldurðu? Heldur ég ekki lenda á þessu þvílíka hórhúsi þetta niður í New Orleans? Og ég sló bara svona rækilega í gegn hjá þessum svörtu að það bara glemdi að láta mig borga. Þú máttir ekki einu sinni? Ég mátti bara helst ekki yfirgefa staðinn. Fuck. Í alvörunni? Í alvöru? Heldur ég sé að ljúga þér? Er ég vanur að ljúga? Nei. Aftur að því. Aftur. Ég held að þessar sögur hafi bara gert hann dálítið hamingjusaman í smá tíma allavega. Hins vegar þá vöktu þeir ekki sömu lukk upp á kjalan þessi. Ó nei. Þetta er ekki þú einu sinni. Þetta er bara einhver annar maður. Nei, ég kannast ekki það, sko. Nei. Þetta er bara stundum, sko, þá eru einhverja fyrirmyndir í gangi þegar ég er að fást við hlutverk og svona eða einhver mósaík, sko, en þannig að þetta, ég átti satt að segja dálítið svona erfiðleikum með Erling til að byrja með lengi vel, sko. Maður vill líka oft, sko, svona, þú veist, maður hefur þessa fullkomnar áratu og vill virkilega gera vel og tala þú út með svona stórt hlutverk og Erling og fólk búið að sjá upp myndin og svona, sko, þannig að ég var svona ofsalega mikið að rembast, sko, til að byrja með og gekk ekki nógu vel, sko, og það var ekki fyrir einhvern veginn með góðri hjálp Benna og í þessu fallega, kompani sem að ég svona einhvern veginn sleppti tökunum og þá fóru hlutirnir að gerast. Það braust út furðufuglinn í þér? Já, allavega þessi maður kom. Já. Og það vantar ekki að þetta hefur fengið frábæra viðtökur. Hvað þú ætlar að halda fram að leika þetta eitthvað? Ég sagði að það væri spennandi vetur framundan. Já. Hvað ertu að gera í vetur? Það er þessi endalausa veisla sem að... Jú, tekur engan enda? Nei, og hún verður sýnd eitthvað framöndur, veistu. Þannig að maður þarf að stýra henni eitthvað. og síðan er það nýja sviði í Borgarleikhúsinu sem að ég er einmitt að taka við af Benedikt Erlingsinni. Já. Varst svona, umsjónamaður þess eða? Já, svona húsvörður þar, sko. Já. Ég verð með, sem sagt, einar 4 uppsetningar þar. Já. Það er Sporvagn í Gind, núna sem er jólasýningin þar. Já. Og síðan 3 íslensk verk eftir áramót.
Hlakka til að fylgjast með þessu. Þú ætlar að sitja hérna áfram. Það er komið að næsta gesti. Ok. Já, sittu alveg rólegur. Næsti gestur er ung athafnakona sem hefur látið mjög að sér kveða að undanförnu. Hún hefur ferðast allan heim og er tvímaralaust, segja fróðir menn, ein ríkasta kona landsins, þrátt fyrir að hafa snemma hætti í skóla. Við skulum bjóða velkomna Línu Langsokk. Hi guys! Já, blessu og sæl. Velkomin í þáttinn. Þakka þér fyrir. Gaman að fá þig. Ef þú bara vissi hvað mér ekki gaman að fá að koma hingað. Ég hef sko aldrei verið í spjallþætti áður. Blessaður. Heyrðu, það er gaman að fá ykkur og þetta var væntanlega herra Níels hérna. Þetta er hann Níels. Sæll, herra Níels minn. Heyrðu, hvað? Hún bíður skepnan. Lína mín. Ætlar að taka... Það verður aflífan. Ég kæri þetta, það er ekki spurning. Hann finnir sér einhverja lís til að éta. Já, einmitt. Heyrðu, hvað segir þú? Þú varst að ert með sýningu í Borgarleikhúsinu? Jú. Og sýningin er um þig? Já. Og hvað gerir þar? Hvað er að gerast í þessari sýningu? Sko, fyrst kem ég, af því að pabbi minn fauk í sjóinn. Af því að hann fauk í sjóinn, já. Þá kem ég á sjónarhól til að bíða eftir honum. Já. Og svo eignast ég vini þar. Já. Og ég fer í skóla í fyrsta skipti. Já. Já, og læri stafina og reikna og svona. Heyrðu, er þetta skemmtilegt? Þú kemur fullt af fólki að horfa á þig? Já. Já. Og svo klapparnir. Og svo klapparnir fyrir Er þetta skemmtilega en Karius og Baktus? Nei. Nei. Ég þekki þá nú, sko. Já, það ekki. Já, við erum fínir vinir. Já. Þú borðar svolítið mikið að nammi, eða ekki? Nei, Farðu oft í heimsókn? bara pönnukökur og kjötbollur. Já. Það borði ég. En þú býrð ein á sjónarhóli? Já. Hvernig gengur að vera bara... Nei, ég býð ekkert ein. Nú. Nei, hesturinn og herra Níels búa þarna Já, líka. auðvitað þeir, já, akkurat, já. En hérna, er ekkert erfitt að búa ein? Þú ert bara lítil stelpa, þú ert ekki með hennar foreldra, hvernig eldaru sjálf og... Já. Já. Ég baka pönnukökur og herra Níels býti kjötbollur. Herra Níels býti kjötbollur, já? Jú. Og það gengur, sambúðin gengur vel? Mjög vel. Já. Viltu aðeins standa upp? Já. Viltu setjast niður? Já. Þetta var ótrúlega góðu brandari, Þetta Lína. fannst mér ekki fallega gett, Lína. Það eru svo sniðið var þessar blöður. En segðu mér eitt, Lína, er ekki Ég vond... þurfti nefnilega að prumpa leið, sko, þannig að... Þetta var þú nýttir tækifærið. En segðu mér eitt, Lína, ert þú ekki rosalega vond fyrirgeðu? Ert þú ekki rosalega vond fyrirmynd fyrir krakkana, svona dálítið óþekk og svona ekkert mjög... Ég er ekkert óþekk. Er það ekki? Nei. Ertu bara þekk? Já. Elsku barnið þekka? Já. Já, ok, ég held kannski að því að ég meina þú gleymir stundum að þvo þér og þú kannski býður þeim bara í sætabrauð heimtíðin og pönnukökur og svona. Er það ekkert vont fyrir litla krakka að vilja vera eins og þú? Nei, það er gaman. Er það gaman? Já. Og er skemmtilegt að vera Lína? Það er mjög skemmtilegt að vera Lína. Og getur maður að sé þig bara og ertu að leika í þessu borgarleikhúsi bara á hverju kvöldi eiginlega? Bara helgar. Og hérna, hvað ertu að gera á virkum dögum? Þá er ég bara til dæmis að læra stafina eða bara... Gera eitthvað bara? Eða fara í... vera hlutaleitari til dæmis. Hlutaleitari? Já. Já, ertu svolítið í því á? Já. Hörðu, en eitt, hérna, þú ert þannig inn í borgarleikhúsi. Hefurðu hitt þar það nefnilega að það er ung og bráðhugguleg ung stúlka þar sem heitir Ilmur Kristjánsdóttir sem er að leika þér. Þú er ekki hitt hana? Stundum. Já. Er hún ekki rosalega sæt og skemmtileg? Mjög sæt og skemmtileg. Hún er alveg frábær. Já, ég veit, hún er æðisleg. Er hún ekki að leika einhverja leikriti með þér? Er hún ekki, hérna, hún Ilmur einhverju með þér? Jú, hún er alltaf eitthvað, sko. Já, ég veit. Herðu, en Lína, þú ert með lag sem að það svona kynnir þig fyrir okkur öllum. Getur þið ekki fengið að heyra það lag? Nei. Nei, þannig að það. Þá fáum við næsta gest. Allt í lagi þá, ég skal syngja fyrir ykkur. Syngdu nú fyrir okkur. Já. Þið megið taka undir. Ég skal svo glens og gaman, við getum spjallað saman. Gáum hvað þú getur, vinur gettu hver ég er. Verðlaun ég þér veitir, ef að veistu hvað ég heiti. En hvað er þú í villu, þetta vil ég segja þér. Hér sérðu Línu Langsokk, tralla hopp, tralla hei, tralla hopp, tralla. Hér sérðu Línu Langsokk, já Lína það er ég. Svo þú sér minn apa, með sæta litla fína apa. Herra Níels heitir, já hann heitir reyndar það. Hérna höll mín gnæfir, við minn töfraborg mín gnæfir. Sástu annan færi, eða frægðar meiri stað. Hér sérðu Línu Langsokk, tralla hopp, tralla hei, tralla hopp, tralla. Hér sérðu Línu Langsokk, já Lína það er ég. Júhú! Vil ég dansa?
þá vitum við allt um þig. Já. Þú ert svolítið liðulína. Ertu í ræktinni svolítið? Nei, ég er bara alltaf að lyfta steinum og svona. Og hestum, er það ekki líka? Hestum og- Stundum. Já. Herðu, og þá vitum við svona mest um þig, en syngur ekki heilmikið meira í leikritinu? Jú, helling. Helling? Og það mega sko allir syngja með. Það mega allir syngja með? Eins og Stebbi söng með hérna áðan? Já. Já, þetta var Það er glæsilegt. gaman að dansa með Stebba. Já. Hann er voða fínn náunginn, Stefán. Herðu, en nú þarf ég að halda að fara með þáttinn. Það var rosalega gaman að fá þig hérna í heimsókn. Já, herru, ég þarf líka að fara einmitt. Þú þarft einmitt að fara. Allt í lagi. Það finnur hérna nýja. Já, fyndu herra Níels. Hann hljópum burt með allt saman og þakkaði ekki eins og fyrir sig. Og sagði ekki henni bless. Þetta. Við þurfum að halda að fara með þáttinn okkar, Stefán. Næsti gestur er þingmaður sem ákvað að skella sér út í stjórnmál á meðan allt virtist ganga í hæginn í gamla starfinu hennar. Og nú er þó ekki sagt alveg skilið við það. Og við skulum fá hingað inn leikstjóran og þingmanninn Kolbrúnu Halldórsdóttur. Kolbrún Halldórsdóttir, blessuð og sæl. Velkomin í þáttinn. Og þakka í fyrir. Gaman að fá þig, fá þig sæti. Blessast. Ég þarf ekki að kynna ykkur. Þið hafið unnið saman í leikhúsinu. Já, ekki betur litli dvergur, hvernig hefur við. Já, þú leistir þér honum í hvað? Í Skilaboðaskjóðunni og fiðlarannu. Já. Og hefur og reyndar getum við farið lengra aftur. Við vorum saman í Svört og Sykurlausu hérna Márið. Já, einmitt, því skemmtilega dæmi. Já. Herðu, en það sem ég sagði hérna áðan í kynningunni, þetta kom mér eiginlega óvart bara þegar ég var að undirbúa þennan þátt. Þá var ég svona eitthvað að lesa Kolbrúnu Halldórsdóttur og maður er svo fljótur að gleyma að þú ert bara þingkona í mínum huga og flestra sennilega. En þegar þú fórst á þing, þá varstu búin að leikstýra sko hverja stór stykkinn á fætur öðru. Nei, þetta er satt. Ég meina, þú varst með fiðlarinn á þakinu, þú varst með Kardamum á bæn, þú varst með megnið af þessum stóru, einmitt svona kannski söngleikjum og svoleiðis. Er þetta ekki rétt hjá mér? Jú, þetta er rétt. Mér vantaði ekki vinnu, það var ekki þessuna. Kastaði frá sér glæsilegum karriér. Það var hátindi ferilsins bara. Hvernig er það? Þegar þú situr niður á þingi innan þessa kallaði með bindi og það er ekki kannski endilega mikið fjör og það standa einhvern veginn áður öll spjót og þú ert eitthvað að rífast við og hugsar ekki stundum hvað væri gaman að vera bara með Stebba og þessum sætu ungu strákum, bara með kaffibolla, leikstýra einhverju skemmtilegri sýningu. Á ég að fara að ljóstra þig upp hér, Kristinn Marteinn. Já, segðu það. Já, ég meina, þú veist, segja allt. bara hugsa stundum, á hvað á ég að horfa? Bindið á Davíð. Jú, ég sakna leikhússkýrslu, já, hverjum degi. Er það ekki? En það er ekki þannig að ég hafi ekki gaman að því sem ég er að gera núna. Einmitt. Er eitthvað líkt í þessu? Nei. Það er ekkert líkt í þessu? Ekkert. Nei. Hvað er engin stemning á kaffistofunni á þingi kannski eins og er upp í Þjóðleikhúsi eða? Ég sakna þessum svolítið, sko. Ég hef auðvitað, það er mjög gaman að vera, sko, í mínum þingflokki. Já. Ég hef það mjög gott í mínum hópi, ég er í mjög góðum félagsskap. Já, er það skemmtilegasta fólki sem Það er mjög skemmtilegt fólk og okkur líður mjög vel saman og við vinnum mjög vel saman, það er mjög einhent lið, sko, og það er fínt. En það er ekkert mikið samskipti kannski svona þvert á flokka. Nei, það er ekki? Nei, það er ekki mikið. Þannig það er ekki svona, það er ekki stemning, svona menn segir bara, ok, við erum búin að rífast í dag, nú skulum við bara gleyma þessu og fara hérna út á kaffihús. Sko, ég á allavega svolítið erfitt með að, sko, ég meina, við erum andstæðingar í pólitíkinni, við tökumst mjög mikið á og við gerum það mjög harkalega oft á tíðum og það er, sko, það er full einlægni í því. Sko, það er ekki þar með sagt að okkur líki ekki hverju annað svona persónulega, en við erum kannski ekkert endilega að sækjast eftir svo miklum persónulegum samskiptum. Og ég held að sé alveg eðlilegt, ég held að sé ekkert að því. Ef þú þurftir að setja upp leikrit með þessum 63 þingmönnum og þú þurftir að velja þá einhver hlutverk, hver fær í aðalhlutverk? Hver væri besti leikarinn af það? Já, ég nú, sko, held nú að Geir Haarde kæmist í einhverjar góðar rullir hjá mér, sko. Já, sýnist hann að vera góður leikari? Ég held hann leina á sér, já. Já, það getur verið einhverju söngleikjum og svona. Já. Kom til greina í Elling, veit ég, sko. Þannig að það er vist greinlega. Já. Það er eitthvað annað. Það má örugglega gera eitthvað með þeim, sko, en eins og ég segi, þetta er mjög ólíkt starf frá því sem ég var í áður. Já. Mér fannst svolítið þess að ég þyrfti að fara að læra að labba upp á nýtt. Ég kunni þetta alls ekki. Ég var bara baráttukona út í bæ sem að vera að stjórna fjöldafundum náttúruvernd og svo bara gerist þetta í pólitíkinni. Það er svona í deglunni ýmislegt, það er verið að sameina jafnaðarmenn inn á miðjuna svolítið og það voru ekki allir vinstrimenn sátti við það og það kemur upp þessi hugmynd að stofna umhverfisverndarflokk sem væri vinstri sinnaður flokkur með umhverfisvernd í svona forgrunni. Og kvenfrelsi og svona jafnréttismálin og einhverju hluta vegna leita til mín og ég var að leikstýra þarna norður á Akureyri, ég man ekki, ég var að setja upp Djöflaugina sannlega nei, Systur í syndinni var ég að setja upp á Akureyri þegar þeir hringdu í mig og ég fekk bara viku umhugsunarfrest
og ég hef nú oft blessað það að ég skildi ekki að fengi lengri frest, sko, þess að það svo oft þannig ef það pressa á manni, sko, þá bara lætur maður vaða og ég gerði það og ég sé ekkert eftir því. Nei, þú sér ekkert eftir því? Nei, maður greinir smá trega. Sko ég viðurkenni það að ég sakna leikhúsins gífurlega mikið, en ég veit alveg að ég á afturkvæmt þangað, ég kem þangað aftur. Þú ert nú með puttan í þessu svolítið. Já, ert ekki aðeins, já, þú varst eitthvað að setja upp eitthvað í útlöndum bara síðustu jól. Já. Hvað, Grýla og jólasveinarnir? Já, sko ég daðra aðeins við listagiðinu og það nú Felix Bergsinni vini mínum að þakka. Já. Við stofnuðum saman leikhópinn á senunni sem að Stefán var að brillera í. Tengist. Það er svo mikil hugsun í þessu hjá mér, hvernig ég veit það. Það er svo mikil hugsun. Ég er að fatta það bara núna. Já. Heyrðu, en já, það gerðist semst þannig að 98 stofnuðum við Felix þennan hóp og ég setti upp með honum mjög fínt verk sem hann skrifaði og heitir Hinn fullkomni jafningi. Við fórum með þá til London og það var svona eftirspurn eftir Felix í London. Þannig að það var beðið eftir því hann kæmi með annað verk og það frumsýndum við í London síðustu jól, barnasýning sem byggir á sögunum Grýlu og jólasveinana. Og það yndislega fallegt verk sem Felix hefur haldið áfram að vinna og nú er hann búinn að skrifa bók upp úr leikritinu og við ætlum að frumsýna það á íslensku, sem nýja íslenska versjón, 1. nóvember næstkomandi. Þannig að þú ert svona í þessu alveg eitthvað? Já, ég er svona að daðra aðeins við þetta, svona eftir því sem ég mögulega get. Ég get ekki alveg sleppt hendina þessu. Ég veit að í leikhúsinu, og ég ætla alls ekki að móðga þegar ég segi það, sko, en í leikhúsinu varstu alltaf, öllum fannst þú skemmtilega, góð að vinna með og skemmtilegt og svona. Ég held að í pólitíkinni finnist mörgum og þú sért alltaf reið einhvern veginn og finnist, æ, Kolla, hún er nú bara hálf fúl eitthvað. Ég meina, ég er ekki að setja í mín skoðun, mér finnst þess að mörgum finnist þetta. Finnst þér ekki aðeins súrt verðan þess að þú veist sjálf að þú ert skemmtileg og lífleg og svona? Jú, sko, nei, ég meina, þetta er í raun og veru fylgistarfinu svolítið, sko. Nú er ég í stjórnarandstöðu og það þýðir að ég er á móti stefnu ríkisstjórnarinnar. Og ég vinn gegn þeirri stefnu og ræja því öllum árum að koma fólki í skilningu það að það sé hægt að fara aðra leiðir heldur en ríkisstjórnin að fara. Og til þess að sýna fram á það, þá fann maður náttúrulega komast að. Og vera svolítið reið? Já, sko, kannski ekki reið, skilur ég, bara ákveðin. Það er nú oft sagt að sko kalla sig ákveðnir en konur séu frekar. En ég er mjög ákveðin. Og ég er fylgin mér og ég skammast mín ekkert fyrir það. Hins vegar hef ég náttúrulega lent í því líka að ég hef tekið upp mörg mál sem ekkert nú voða vinsæl. Og það er kannski á þessum vettvangi kláms og vændis sem er í mínum huga mannréttindamál. Þetta er ekki vinsæl mál, en ég er alveg óhrædd við að taka þau upp og tala um þetta. Það er ekki mikið fengið til að tala um þetta árshátíðin til dæmis eða svoleiðis? Nei. Herðu, en hérna áður varst leikstjóri varstu leikkona og hérna við skulum sjá brot þar sem að þú ert hérna enn yngri heldur en þú ert núna og enn fallegri. Við skulum sjá hérna brot úr leikriti eftir Ágúst Guðmundsson sem þú leikur ásamt mörgum öðrum þekktum andlitum. Sjáum það. Hér er áríðandi tilkynning frá lögreglustjóranum í Reykjavík. Allir bílar sem staddir eru á Suðvesturlandi í minna en 100 km fjarlægð frá Reykjavík eru beðnir að hraða sér tafarlaust til borgarinnar. Hvað er eiginlega að vera þarna frammi? Það er að koma stríð. Er hvað að koma? Stríð. Kjarnorkustríð. Það var að koma fréttum það í útvarpinu. Kjarnorkustríð. Á vísum stað býr vor í augum þér og vegna þess að ekki er ætlað mér. Þóra, ég legg til að við klárum helvítis Rúbertun áður en við lætum byrja. Hvar er Sæmi? Ég veit það ekki, hann skrappi ykkur frá. Ég held að hún líði kannski ekkert vel. Hann getur ekki farið núna, ekki miðri Rúbertu. Gerum við gerði það fyrir mig að slappa af og hætta þessum mannalátum. Þetta er einhver bölvuð vitleysa allt saman. Ég er alveg handviss að þetta kemur beint frá bekkjarráðinu. Leifur var ofsalega grunsamlegur þegar ég var að tala við hann núna áðan. Já, þú heyrðir í fjölnum. Þeir geta að kippt hann til þess. Gylfum við það eins gott að taka þess eins og það er. Þeir ætla að sprengja klukkan 8! Heyrðu það! Þetta er sá prís sem við gjöldum fyrir herstöðin í Keflavík. Þetta er ekki innanríkis smálænum, þetta sleppir heiminn áfram. Ekki við öðru að búast af þessum helvítis fíblum. Jöfnum næst að gera. Ég ætla að stoppa þetta helvíti, við getum ekki haldið þessu áfram lengur, krakkarnir að vera brjálaðir. Er þau rólega næsum? Rólega næsum, krakkar, farið ekki að slást. Hvernig í ósköpunum eigum við, Íslendingar, að fara í að stoppa Rússa þeir hafa annað búið að tekið það í sig að eyðileggja Keflavíkurflugvöll? Það eina sem við getum gert er að reyna að forða okkur. Það er kjarnorkustríð og það er alltaf verið að vitlaust þarna. Rosalega margir þarna sem maður þekkir, sem sagt, maður kannast andlitin á. Já, já. Þetta er sko 4 árgangar úr Leiklistarskóla Íslands
og þarna sáum við til dæmis Hönnu Maríu Karlsdóttur, Karl Ágúst, Gíó, Bjössa Karls, Margréti Ólafs, Sissu, Tinnu Gunnlaugs, Vita Eggers. Þetta einhvern veginn, ykkur hefur greinilega gengið öllum vel, þetta meira en allt þjóðhættir leikarar í dag. Sko, við vorum saman í skóla, þetta voru mjög skemmtilegi tímar og þetta var sem sagt svona ákveðin millibilsástand sem hafði átt sér stað. Það var hægt að útskrifa leikara úr Þjóðleikhússkólanum og Leikfélagsskólanum líka og það var verið að stofna sem sagt í fyrsta skipti Ríkisleiklistarskóla sem var Leiklistarskóli Íslands. Og hann tók við 3 árgöngum úr Leiklistarskóla Sál sem var sem sagt skóli áhugafólks um leiklistarnám og úr Leiklistarskóla Leikhúsanna sem var minn skóli, ég var þar fyrsta árið sko. Þannig þetta var, skólinn byrjaði með 4 alveg bráðhressum árgöngum. Og þarna var sem sagt sjónvarpsverkefnið sem að allir bekkirnir fengu að vinna saman með Ágústi Guðmundssyni. Alveg bráðskemmtileg vinna sko. Já. Alltaf gaman að sjá íslenskt leikið efni. Alltaf gaman að sjá það. Mætti vera oftar. Já, menn standa sem var nokkuð vel hér allavega. Nú, það yngar undir þetta. Herðu, en hérna, þú varst í Leiklistarskóla Íslands, aðeins með þig, Stefán, þú komst inn í hann líka, en ákvaðst að, þar sé þú komst í gegnum þessar erfiðu pröfur sem allir reyna að fara í gegnum, varst komin inn, en ákvaðst þá að hætta við og fara út frekar. Bara stæla, sko. Eða ekki, bara reyna að vera svalur? Nei, það var ekki þannig. Ég, sem sagt, ég var búinn að fara út og sækja í London, sko. Og hérna, síðan var ég bara að bíða eftir svari og vildi náttúrulega hafa vaðið fyrir neðan mig og hérna sótti hér og svo komst ég inn og svo er ég bara nýkominn inn hér eftir þann blóðuga feril sem það er. Hérna, lang ítalegasta prófið af öllum þeim skólum sem ég og hérna komst inn og síðan bara fekk ég bara svar frá London skömmu síðan. Og vildir frekar vera þar? Já. Og varst þar með, hérna, ég verði að koma því að, meðal annars þessum fræga leikara sem er leik í Notting Hill á móti Hugh Grant, hérna, hvað er hann? Rhys Evans. Rhys Evans, og þið eru vinir það ekki? Gæinn á nærbuxunum hann það? Við hérna smullum alveg saman hann. Hann er sem sagt frá Wales og var allavega mikill anarkisti á sínum tíma. Við vorum saman í skólanum og mikill svona villimaður og það var eitthvað sem við áttum sameiginlegt. Já, hann hefur komið hingað heimsækja þig, eða ekki og svona? Jú, hann hefur komið hérna og ég hef sendt hann upp á Jökul og hérna, fyrst með Thor Viljónssoni mér að segja og þeir eru með sér vinir kjölfarið, sko. Og hann er í Hollywood að það ekki gengur vel? Hann er bara, hann er beggja vegna hafs, sko, og gerir það mjög gott, sko. Gaman að þessu. Þetta er einhvern tímann í hug á þessum árum að þú þér þingkona? Nei, það blundaði aldrei í þér aðeins? Nei. Ég var stundum spurð að því hvað fyrir ég færi ekki út í stjórnmál eða pólitík, ég veit ekki eitthvað við mig kannski. Varst það svona einhver verkalýðsforingi í hópnum? Ég kannski ég hef alltaf verið róttæk sko, alltaf svona baráttukona í mér, ég held ég sé það nú svona í eðli mínu. Og þegar ég var spurð að þessu hvort að ég kem ekki í pólitík sko, þá bara fannst mér svo erfið tilhugsunin að sko fara að hugsa að príla einhverja metorðastiga innan einhvers flokksapparats. Mér fannst þess að fólk sem lenti í því það týndi hugsjónunum sínum á leiðinni, byrjaði kannski svona með góðan vilja og svo er farið að snikka af í þetta og hitt og svona og svo er það orðið svona svo stimpill sko, það er að tala svona eins og allir hinir í flokknum og þá má fara að trúa því fyrir einhverjum ábyrgðarstöðum. Ég gat ekki hugsað mér neitt þessu líkt. Svo náttúrulega þegar ég lendi í pólitík þá þarf ég ekki að klífa neina metrastiga og það er bara opnað og sagt bara já, gjör svo vel, bara þú gengur bara inn frá vinstri og tekur senuna og Þegar við viljum fá næsta manninn, þið sittuðu þetta áfram. Næsti maður inn hefur staðið í Ströngu síðast árið. Fyrir réttum ári síðan var hann kjörinn sjónvarpsmaður ársins. Hann hefur síðan haldið út einu vinsælasta þætti hjá ungu kynslóðinni 70 mínútum og er nýorðinn pabbi. Skulum sjá brot af því sem þessi ágæti gestur okkar hefur dundað sér við síðasta árið í sínum ágæta þætti. Skulum bjóða velkominn Sverrir Þór Sverrisson. Já, komdu blessaður.
Hvað segir sjónvarpsmaður ársins? Mjög gott. Er það ekki? Þetta var... Fyrsta spurningin eftir þetta er náttúrulega bara, ert þú ekki með öllum jalla, góði? Maður verður að gera eitthvað, sko, fyrst maður er með þátt á hverju kvöldi. Já. Þá gerir maður bara sem maður dettur í hug, sko. Meðal annars að pissa í buxurnar, sko. Hvernig er með það? Ég hef ekki þorað að minnast á það fyrra bræði, en þú varst að pissa í þig hérna. Þetta var svona þegar það var gúrka, við vissum ekki alveg hvað við áttum að gera. Það var ekki þessar buxur, það? Nei, þær voru ruslið bara. Já. Eru svona ramma, þotnaður upp á hardrock eitthvað starf. Nei, það var mjög erfitt. Og þetta var svona áskorun, við erum alltaf með það í þættinum. Skorum á hvern annan að gera einhvern fjanda. Og þetta var ein áskorun sem við fengum í gegnum tölvupóst. Og eftir langan fund þá ákvað ég að taka þetta af mér. Erfiðan fund? Já, og það var ákvað að gera daginn eftir, þannig að ég þurfti að drekka rosalega mikið vatn og kaffi og svo svona, já, heyrðu, ég þarf að fara að pissa í mig. Þá var ég í kameruna og þá var bara ítt á rekk og við vorum hjá sturtuklefa og svo svona þurfti, þetta er aldrei einbeiting, sko. Já, neitar ekki líka með bara einfallega... Jú, þetta er það, maður er ekki búinn að pissa í sig kannski svona 23 ár og þá er þetta mjög erfitt, sko. Ég er ekki þau sem allir getið þetta, sko, af því að þetta er eitthvað sem maður gerir ekki, sko. Einmitt. Og það er skemmtilegt. Þú hefur ekki haldið þessu áfram eftir þetta er náttúrulega þægilegt, er það ekki? Jú, þetta er mjög, það er svona heitt alveg niður, sko. Það er mjög gott þegar það sé að gera núna, sko, það er svo kallt úti. Já. Man er kallt í bílnum, pissa bara í sig. Það heitir nú skammgóður veðri mitt. Já, það er reyndar rétt. Það þarf alltaf að fara svo stutt, sko. Já, ég myndi alveg ráða. Læta okkur vita að það kemur eitthvað núna, bara þannig við höfum myndavélarnar. En þetta er búið að vera mikið ár hér. Þú ert nýorðinn pabbi, til hamingju með það. Já, þakka þér fyrir. Hvernig, maður er alltaf erfitt kannski með að sjá svona einhverja grallaraspóa og svona æringja eins og þig verða pabbi. Pabbi sem pissar í buxurnar? Já, einmitt. Ég er alveg eins og dóttir mín, sko. Hvernig pabbi ertu voða viðkvæmur yfir þessu og grætur mikið og svona? Nei, ég er nefnilega bara svona léttur á bárunni, sko. Já, er það? Já, það er ekki annað hægt. Maður er svona fann að halda fíflaskapnum kannski aðeins meira fyrir utan heimili. Já. Aðeins svona rólegra innan veggja heimilisins, sko. Ég held þessi fínn pabbi. Já, það ekki? Hvað er hún ára gömul, dóttir þín? Hún er mánaðargömul. Hún er mánaðargömul? Það er nú ekkert farið að reyna á því, maður. Nei, reyndar ekki. Þetta er allt búið að ganga vel, sko. Já. Þannig að þetta gæti farið svona, eitthvað svona, vaka heilu næturnar og fleira, sko. Það gæti farið að koma því. Maður er búinn að heyra svona sögum, maður heyrir svo mikið af sögum svona þegar maður er nýorðinn pabbi. Já, það guðsast. Er hún með guluna? Er hún með guluna? Nei, bíddu bara, sko. Er hún farin að gera þetta og þetta og maður er alveg svona með varan á alveg að eitthvað gerir, sko. En það er ekkert búið að gerast ennþá. Nei, já. Þetta er bara eintóm hamingja og gleði. Mér finnst alltaf svo skemmtileg sagan af því sem þú svo sem sagt áður. Ég meina, það er bara tiltölulega stutt síðan og komst inn í einu þátt, 70 mínútur. Nei. Jú. Tiltölulega stutt. Ég var búinn að vera með frá byrjun. Við hefum mannkynssöguna, ég meina það. Já, það er þetta. Ég var alltaf svona sidekick. Já, einmitt. Svo kom ég svona og var fyrir alvöru fyrir svona árið síðan, sko. Já, einmitt. Einu og hálfu. Já. Það er enda rétt. Og er það ekki búið að vera mér fram að því, varstu að vinna með fullir virðingu fyrir því starfi í grænmetinu í Hagkaup? Já, grænmetinu til lager. Grænmetinu til lager, já. Það er dálítið annað. Já, þú varst ekki einu sinni að hafa það frammi? Nei, ég var bara að laga mig. Ég tók á móti vörum frá Hollandi, skilur, og opnaði gáma. Já. Það er allt annað. Já, það er dálítið breyting, sko. Er það ekki? Þetta er svona, ég meina, ef maður vill að kolla myndist á metorðastiga í pólitík sem maður þurfa að klífa, ég meina, þetta hefur Þetta er ótrúlega kannski 2 ár hjá þér. Já, það má ég segja það og svipa með Ödda, sko, sem er með mér í þættinum núna. Já. Hann var að telja skrúur hjá Wurt. Hann kemur beint inn í þáttinn, sko. Já. Held ég, Wurt, eitthvað svona fyrirtæki sem þekkir ekki svona skrúubransanum, sko. Þannig að þetta er svona dálítið sérstakt fyrir okkur að vera komnir núna til með daglegan sjónvarpsþátt. Einmitt. Hverju kvöldi klukkan 10 og ég heyri það bara fólki að ég birtist nú hjá okkur daginn og ég fann það bara það er ótrúlega mikið hort. Já, og ekki bara unga fólki, sko, heldur. Eldra fólkið er farið að viðurkenna áhorf. Já, einmitt. Sem er mjög gott. Já, það er hingandi búið að ljúga í skoðanakönnunum. Ég sá þig nú piss í buxurnar, sko, en ég horfi nú ekki mikið. Það var nú meira ruglið og svo þegar þú gerir þetta, það var nú meira ruglið, en ég horfi nú ekki mikið. Hafið þið séð 70 mínútur? Nei. Tímiður. Þú lígur því. Ég get svarið. Ég hef engan tíma. Eitthvað aðeins af þessu, sko. Þegar synir mínir eru virkilega miklir áhangendur og þeir bara með ekki missa þætti, það er bara grátur og gnýstur. Þannig að ég hef farið að horfa á þetta og þetta er bara svolítið fyndið. Þetta er svolítið fyndið? Þetta er skemmtilegt. Já, og þið sitjið bara á spjallið og svo kom einhver innslög og svona sem við sáum hérna. Og það er líka skemmtilegt, við gerum allt sjálfur, sko. Einmitt. Nema náttúrulega, sko, við erum aðeins farin að breyta til eftir að Öddi fekk meðal annars þig
í þáttum, borðaði kanil og svona, sjá fullorðið og virðulegt fólk gera eitthvað fíflaskap. Er þetta þátturinn þar sem þú lætur stjórnmálamennin að drekka ógeð? Já, meðal annars, sko. Þetta er sá þáttur. Steingrímur Jóhann mætti. Nei, það kemur af því. Steingrímur Jóhann kom. Þetta er svona eins og svolítið gestalt meðferð, sko. Getur ekki, þetta áður og gletur að þróast út í einhverja sálfræði meðferð, sko. Fólk svona getur fengið að framkvæma gamla drauma og svona, sko. Það er akkurat málið og maður er búinn að finna það þegar Auðun var með gestastjórnendur og meðan ég var í barninafríi. Þá komu meðal annars Gísli og Bubbi Mortens og Birgitta Haugdal og fullt af góðu fólki, svona sem er þekkt í þjóðfélaginu, celebrities, skilur þau. Og það einmitt tók þetta bara alveg, sko, át kanil, drakk ógeð, strikk, fór og lét hella skýri upp í sig, eitthvað svona rugl og tók þetta bara til enda. Og það er einmitt það málið, sko, það eru örugglega margir sem hafa verið að uppfylla, alltaf fólk í dag, svona getur svona aðeins listir að fýblast. Einn þeirra sem kom var vinnuðinn Eiður Smári, Guðjónsson, landsliðsfyrirliðinn, hann kom í þinni fjárveru og þið eruð æskufélagar og alþjóð veit það eiginlega eftir auglýsingar sem sýndar voru á Sýn. Alveg rétt, já. Þar sem að þú varst svona að auglýsa upp enska boltann og varst svona að kenna honum. Svona engaþjálfari. Engaþjálfari, já. Sjáum eitt brot áður og förum í það. Jöp. Skoðið minn. Það sem er svo skemmtilegt til knattspyrnuna, að það skiptir máli hvernig hún lítur út. Sérðu David Beckham, Ljungberg og David Seaman. Það þekki allir David Seaman bara á taglinu. Getur ekkert í marki. Hárið. Ok, þá byrjum við. Prófum þetta hérna. Þú er aldrei verið dökkarur. Hver er svona? Nefndu mér eitt sem er svona. Ok, en þessi hérna. Þetta er bara flott. Þetta er ljóst. Þetta er það sem þú ert búin að vera að biðja um. Þetta er dálítið inn á Íslandi í dag. Það er nú bara þannig. Sérðu? Ég meina, krullur er náttúrulega dett úr tísku. Nei. Krullur eru tímalausar. Er ekkið að kenna hænunni hérna? Það er náttúrulega mitt hlutverk að koma í skilning það að þetta er einn af þeim hlutum sem skiptir gríðarlega miklu máli þegar við erum að búa til hinn fullkomna fótboltamann. Það er bara þannig, sko. Hvernig kom þetta til, Sveppi? Þetta var hugmynd frá markaðsdeild Norðurljósa, sko. Já. Og það var bara haft samband. Eiður Smári var hérna í fríi í mánuð. Og það er nú erfitt að fá hann í svona vitleysustundum. Já. En hann sló til af því að við vorum saman þarna og þetta var skemmtilegt konsept. Já, dró ekki vitleysan einmitt þið klædduðinni ykkur upp í kvenmannsföt í þættinum. Já. Dró svo vitleysa ekki dálítið Nilka eftir sér? Jú, það er nefnilega dálítið skemmtilegt. Hann klæddi sér upp eins og kona sem er svona áskorun. Við náðum að skora á hann. Og svo hringdi hann í mig bara fyrir stuttu. Þá birtist mynd af honum í Sönn. þar sem hann var klæddur eins og konu. Já, nú er hann orðinn hús. Og núna síðan. Ég er búinn að vera bekknum síðan. Þú bara ábúið, ég veit það. Já, þetta er bara hluta meðferðning reynilega, sko. Finnur fólk sig, sko, bara svona leið til útrásar. Já, þú vilt sjá þetta sem svona þerapíu. Já. Þetta er mjög skemmtilegt. En þetta á eftir að draga til, þú getur ímyndað að vera þekktur knattspyrnumaður í Englandi og það kemur myndar sem klæddi svo kona og getur ímyndað hvað áhangarnir annar liða eiga eftir að skjóta. Já, þetta er bara svo útbreytt í Bretlandi, sko. Þeir eru svona perversta Bretar, sko. Já, þú meina það, já. Hvor karlmaður það sem klæði sér í Já, ég meina að segja, þetta er fyrirliði íslenska landsliðsins, hann klæði sér svo kona. Fyrirliði enska, hann er með nærbuxur og koninu sinni í vasanum. Nákvæmlega. Og klæðist þeim. Klæðist þeim, G-strengnum. Heyrðu, en aðeins hérna, þú ert, talandi um að þú vannst kjörið sjónvarpsmann ársins fyrir bara rétt á ári síðan og núna ert þú sem sagt kynnir á þessari sömu edduhátíð. Frægðarsólin fór hrattu. Svona líka. Þetta er toppinu minn náð, sko. Já, þú og Eva María verið saman kynnar þarna. Leggst það ekki bara vel í því? Jú, ég held það, sko. Öll þjóðin að horfa og þú einhvern veginn komin úr þessu mjög litla og skemmtilega setti ykkar í 70 mínútum. Jú, þetta er mjög gaman og hérna... Allt út af cookies. Allt út af delete cookies málinu mikla. Það var æðislegt. Það er ekki búin að plotta einhvern skemmtiskap svona á? Nei, ekki alveg. Þú hlýtur að fá okkur að góða hugmynd. Já, það er svona fyrsta sem ég hugsa alltaf eins og þegar ég kemur svona þátt eins og þennan og svona á þessari stöðu rúf, sko. Þá fyrsta sem ég hugsa, hvað get ég gert til að aðeins svona að stuða og vera með leiðindi og koma einhverju umræð á stað eða eitthvað, sko. Ég vilja koma kannski með hamstur og vera með leiðindi. En þú ert ekki meira svolítið það? Nei, ég lausi það. Við vorum með herra Níl. Lína komast að segja. Já, ég segi það. Við vorum með herra Níl. Sem er það api í þættunum. Ég er eitthvað hér. Nó, kemur hún, já. Oft kemur góður þá getið þér. Það er nú bara búið að stela sætinu mínu. Já, það er búið að stela því miður. Ég vil bara tilla mér hjá þér, Gísli. Það er alveg sjálfsagt. Það er alveg sjálfsagt. Ég held að Öddi léki Níels. Hvað er að gerast? Lína er... Kom inn! Eða fara út. Eða gera bara hvað sem þið viljið. Hvað er þetta, maður? Já, við vildum hérna bara... Við erum að leita tösku sem þú átt með gullpenningum. Já,
Já, hún bara þarna, sko. Það mun sko ekki verða öllu lengur. Ekki aldeilis. Hvað að þetta bróðirinn? Já, ég veit það, sveipa svo. Ég vil nú að fá að stela inn kossi. Takkan, alveg. Hvað að gerast þetta lína? Þú verður að elda þess að... Já, þeir eru alveg klikkaðir. Ég ætla líka að stela kossi. Sætur. Já, þakka þér fyrir. Ég neyðist bara til þess að taka hann aðeins, já, því verður ekki kom... Hvað er þetta? Já, þess að taki hana bara. Já, henni. Komið þið. Reynið að ná henni. Já, henni. 1, 2 og... Andersson! Komið þið. Við skulum frekar dansa. Já. Má bjóða þér upp í dans? Nei. Get ekki skellt mér í eitt skottis, ef þú sé hærri hopp en þess að ég kann. Get ekki skellt mér í eitt skottis, jú það get ég, jú það get ég alveg. Ég get allt. Ég get alveg allt. Get ekki skellt mér í eitt skottis, jú, ég get það. Getur ekki skellt þér í eitt skottis, ef þú sé hærri hopp en þess að ég kann. Get ekki skellt mér í eitt skottis, jú það get ég, jú það get ég alveg. Ég get allt. Ég get alveg allt. Get ekki skellt mér í eitt skottis, jú, ég get það. Get ekki skellt mér í eitt skottis, ef þú sé hærri hopp en þess að ég kann. Get ekki skellt mér í eitt skottis, jú það get ég, jú það get ég alveg. Ég get allt. Ég get alveg allt. Get ekki skellt mér í eitt skottis, jú, ég get það. Þetta almennilegt. Sjá þetta stelpu skott. Kóttu hérna, já þú mátt bara sitja hérna með. Kóttu hérna. Gísli pabbi. Já. Heyrðu, það var gaman að fá ykkur öll, gaman að fá þig Lína mín. Takk fyrir. Og við komum í Borgarleikhúsið að sjá þig. Þú ert með lögheimili þar núna. Sjónarhóll er þar. Þú ert að vera að kynna ettuna. Það er að framöndan þér. Næsta dagskrá. Og með skemmti þátt á Stöð 2 í vetur, er það ekki? Jú. Það er nóg að gerast. Já. Hvenær byrjar þingið, Kolla? Nú, 1. október. 1. Og október. það er bara verið undirbúið þingmálin alveg á fullu. Og þú verður með nokkur skemmtileg með núna, er það ekki? Ég lofa því. Ég er að kíkja þangað. Þetta er verið gaman að fá þig, ha? Er ekki að panta því heima hús Lína? Jú. Sá sérstaklega á þingum. Já, ok. Ég býð Heyrðu, og Erling, það er sýning bara seinna í kvöld, er það ekki? Klukkan 10 eða eitthvað? Jú, Erling er að sýna í kvöld. Það er sko laugardagur í kvöld. 2 í kvöld. Já, einmitt, já. Heyrðu, frábært að fá okkur. Ykkur 3 og þig Lína mín, gaman að fá þig. Takk ykkur sem að sitja heim í stofu. Við sjáumst eftir viku. Verðið bless.